Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða eina af grunnstöðunum í hróksendatöflum sem Philidor-staðan. Og Philidor-staðan er jafnteflisaðferð gegn frípeði sem byggir á því að nota hrókin sinn rétt til þess að loka kónginn af. Staðan sem við erum með fyrir framan okkur er þannig að svartur á leik og það er mjög freistandi fyrir svarta núna að byrja á því að skáka á eiginum, en svartur þarf að passa sig á því að hleypa kóngnum ekki í skjól. Við sjáum eftir hrókur E1 skák og kóngur D6 þá er svartur enga skákir og nú er ákveðna líkur á því að hvítur komist í lúsena stöðuna sem er vinningsstaða, til dæmis eftir kóngur E8 og hrókur H8 skák kemst hvítur kóngurinn aðeins lengra og hvíta peði kemst aðeins nær og hvítur á ágætis vinningssensa. Þannig að svartur þarf að passa sig því að fara með hrókinn sinna á réttan stað og besti leikurinn er hrókur A6 sem að sker kónginn, hvíta kónginn, frá því að komast lengra fram á borðið. Hvítur getur reynt að skáka en hann græði lítið á því, kóngurinn heldur sig bara á sama stað. Þannig að eina tilraun hvíts til þess að vinna skákina í þessari stöðu eftir hrókur A6 er að leika D6. En þá er hvítur búinn að tapa skjólinu sem hann hafði áðan og nú þarf svartur að fara með hrókinn sinn alla leið tilbaka aftur. Alveg niður á A1 með þeirri hugmynd að byrja núna að skáka. Og ef hvítur reynir kóngur E6 kemur hrókur E1 skák, kóngur D5 og hrókur D1 skák og þetta er bara jafntefli af því að hvíti kóngurinn á ekkert skjól. Og fari hvíti kóngurinn eitthvað í burtu frá peðinu kemur hrókur D1 sem að hóta peðinu og nái svartu peðinu er staðan auðvitað bara jafntefli og hvítur getur ekkert telt þetta til vinnings. Þannig að Philidor vörnin byggir á því að staðsetja hrókinn sinn hér, loka kónginn af og fara síðan beint aftur tilbaka og byrja að skáka. Það er eitt atriði sem að gott er að þekkja varðandi Philidor jafnteflistöðuna og það er hérna í næsta dæmi sem ég ætla að sýna ykkur og þetta er úr teldir skák hér á svartu leik og hann er búinn að koma peðinu sínu alla leiðina á F3. Hvítur þekkti Philidor vörnina en hleypti svörtum aðeins og langt með peðið sitt, samt í staðan ennþá jafntefli. Svartur lék núna hrókur A6 og hóta máti og hvítur gerði núna mistök með því að leika hrókur B1 og er þá að brjóta eina grundvallarreglu í hróksendatöflum að það er yfirleitt nauðsynlegt að hafa hrókinn sinn virkan, passa sig að lenda ekki í passívri stöðu með hrókinn sinn í hróksendatöflum. Það sem að hvítur hefði átt að gera hér til þess að tryggja sig jafntefli, og þetta er gott að þekkja, er hrókur G2 skák sem er hálfgerð pattgildra því ef svartur drepur hrókinn er hvítur auðvitað patt. Fari kóngurinn eitthvað í burtu fer hvítur hrókurinn bara aftur tilbaka og svartur kemst ekkert áfram. Fari hann með kónginn eitthvað, kemur skák og svo aftur skák og svo skák og hvítur verst. En eftir hrókur A6 og hrókur B1 þá tókst svartum að vinna skákina með að staðsetja hrókinn sinn á annarri reitaröð. Nú svartur hrókurinn mjög virkur og hvítur hrókurinn ekkert sérstaklega virkur eins og ég sagði þaðan. Nú kom hrókur C1 og hrókur G2 skák, kóngur H1 og hrókur H2 og að lokum F2 skák og hrókur H1 og hvítur hrókurinn fellur og svartur vinnur þetta. Þannig að munið eftir þessu trikki hér, hrókur G2 skák tryggir jafntefli í þessari stöðu. Og þetta var Philidor vörnin sem við skoðum þarna með hrókur A6 áðan og það er gott að þekkja þetta hér með hrókur G2. Takk fyrir þetta.